Ég ætla að tala svolítið í dag sem að kom upp í huga minn í gær og ég ætla að byrja á að lesa hérna 4 ritningastaði úr Biblíunni og byrja á honum Pétri þar sem hann að tala við Jesú. Þar segir í versi 15: Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svaraði: Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús sagði: Hann gæt þú lamba minna. Svo segir Jesús við hann aftur öðru sinni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði: Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Ver hirðir sauða minna. Hann sagði við hann í 3. sinn: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist að hann skyldi spyrja hann að 3. sinni: elskar þú mig? Hann svaraði: drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og þegar ég var að lesa þetta þá fann ég það út, og það þarf kannski ekki mikinn heila til að finna það út, að Jesús Kristur og Guð Faðir, á vissan hátt hann svona eins og eiginkona, hann vill heyra það að þú elskir hann. Það ekki nóg fyrir hann bara að vita það, hann vill fá að heyra það, hann vill fá að heyra þig segja það að þú elskir hann. Og ég trúi því að það hafi ekki breyst. Í Opinberunarbókinni 2. kafla og 4. versi, þá Jesús að tala til safnaðana og hann er svona að telja upp gallana og kostina í kirkjónum. Hann fer söfnuðina og hann segir við eina kirkju í Efesus, hann segir: Ég þekki verkin þín, takið eftir erfiði þolgæði þitt, veit að þú getur eigi sætt þig við vonda menn, þú reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula en eru það ekki, þú komist að raunum það að þeir eru lygarar, þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir sakinn nafns míns og ekki þreist. Sjáu, hérna kirkja sem virkilega að standa sig og virkilega að gera það gott. Hún er að erfiða í því að vinna fyrir Guð. Hún er að erfiða í alls konar góðverkum og hérna Jesús segir þeim að hann sér þetta allt saman og hann ánægður með það, en það bara eitt sem vantar. Það hef ég á móti þér, að þú afrækt þinn fyrir kærleika. Þú elskar mig ekki lengur eins og þú gerðir. Þú elskar mig ekki lengur eins og þú gerðir. Og hvað margar konur sem hafa sagt það í gegnum ævina? Þú elskar mig ekki eins og þú elskaði mig fyrst. Sjáðu, það svo margt líkt með okkur og Guði. Þetta sem hann hefur lagt niður í hjört okkar, við erum sköpuð í hans mynd. En það eitt hérna í viðbót, Matteus 24, 2 vers þar, eða það reyndar 2-3 vers sem ég ætla að lesa hérna í viðbót. Matteus 24, vers 12: Vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Kærleikurinn mun kólna. Þetta Jesús Kristus sem að tala, og hann að tala síðustu tíma. Hann segir: vegna þess að lögleysið það magnast, þá kólnar kærleikur manna. Svo kemur þetta vers: en sá sem staðfastur allt til enda, mun hólpinn verða. Og ég trúi því að þessi versi í samhengi að hann oft hefur maður lesið þetta í vers: sá sem staðfastur allt til enda. Já, ég ætla að trúa á Guð alveg bara þetta yfir líkur. En það talaði svo til mín í gær að sá sem í raun og veru heldur áfram að elska Guð, hann hættir ekki að elska. Sama hvað á gengur, þá elskar hann Guð. Að hann staðfastur allt til enda, hann mun hólpinn verða. Nú, í öðru Jóhannesarbréfi, þá þetta eitt vers hérna viðbót. Öðru Jóhannesarbréfi,
það bara einn kafli í því. Þá segir í versi 6, í þessu birtist elskan að vér lifum eftir boðorðum hans. Í þessu birtist elskan að vér lifum eftir boðorðum hans. Sem sagt, kærleikurinn, hann birtist í því að þú vilt gera honum til hæfis. Og sannur kærleikur, til dæmis í hjónabandi, hann hlýtur að vera þannig að hjónin reyna að gera hvert öðru til hæfis, það ekki. Það elska. Það kærleikur. Og mér langar að tala svona aðeins kærleikan í dag. Það eitt vers í viðbót. Og það 14. kaflinn í Jóhannesar Guðspjallinu, vers 23. Vers 23. Jesús svaraði, sá sem elskar mig varveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Sá sem elskar mig varveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Og ég held við skiljum öll hvað það að elska. En svo kemur ég ætla að lesa hérna eitt vers í viðbót. Það Rómverjabréfið 12:9. Þá segir, elskan sé flærðarlaus. Hafið anstig á hinum vonda, en haldið fast við hið góða. Hvað flærð? Það einhver sem útsmoginn, og við köllum hann líka, það annað orð hérna, hann hræstnari. Það hræstni. Hvernig þetta að elska og þetta að elska með hræstni? Það sönn elska? Nei, hann að segja hérna að það til eitthvað sem ekki alveg eins og það virðist vera. Í orðskviðunum að þá vers sem segir svona velmeint eru vinar sárin, eða velmeint svona ströng áminning vinar, en viðbjóðslegir kossar haturs mannsins. Viðbjóðslegir sem sagt kossar hann sem kemur til þín svona, og bara hræstnari og að sýnast fyrir þér, hann kemur til þín með flærð. Það eitthvað sem viðbjóðslegt. Og ég var að hugsa öll þessi vers í gær og ég ætla að lesa fyrir ykkur eitt vers eða nokkur hérna vers í viðbót og svo ætla ég bara aðeins að tala þetta, segja ykkur hvað mér finnst þessi vers eða út frá þeim eða hvernig kannski þetta kærleiksboðskapur. Ég var að hugsa þetta boða kærleika með dúm og glúmræðum. Það veit ekki allir hvað dúm og glúm en það svona dómsdagspredikun. En við skulum sjá hvað verður úr þessu, þið þá bara hjálpið mér ef þetta fer að verða hættulegt. Í öðru Tímóteusarbréfi, 3. kafla, þá segir, vita skalt þú á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Eru erfiðir tímar í dag? Já, og þetta eru allavega síðustu tímar, sko það hafa ekki verið neinir síðari tímar á undan okkur, þetta eru síðustu tímar. Örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir, og þetta sérgóðir, það svona, ef þú lest enska Biblíu, þá segir lovers of them own selves. Þeir elska bara sjálfa sig. Við getum séð það svona í kringum okkur að. Men það eru margir sem elska sjálfa sig. Síðan segir, mennirnir verða fégjarnir. Það engin fégjarn hérna inni allavega. Ég hugsa að allir gefið aluguna hérna í. Nei, það kemur því ekkert við. En fégjarn, það ekki það sama á eiga peninga. Ríkur maður þarf ekki að vera fégjarn, þið vitið það. Hann getur verið ríkur og hann getur verið gjafmildur. Raupsamur, hrokafullur, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir. Vá. Ef það einhverjir,
já, stundum mönnum líkt við skepnur og ég ætla að segja að það einhver skepna sem getur verið grimm, að þá það maðurinn. Við höfum séð það í þessum styrjöldum sem ganga yfir heiminn núna. Menn sem afhöfða lítil börn, ég bara næ ekki hvernig það getur gerst, hvernig maðurinn getur komið niður á það plan. Ég bara næði ekki. Grimmir. Ekki elskandi, það sem gott sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munaða lífið meira en Guð, Símon Pétur, elskar þú mig? Elskandi munaða lífið meira en Guð, elskar þú mig? Það þarna sem að Jesús í rauninni að spurja, elskaru mig meira heldur en munaða lífið? Þeir hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Þeir hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar. Það að segja, þeir líta út fyrir að óttast Guð. Þeir líta út fyrir að vera svona guðlegir menn og svona, já, klæða sig þannig, koma þannig fram. En hvað svo á bakvið, segir Páll, hann segir, þeir hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Vitið þið hvað kraftur guðhræðslunnar? Vitið þið hvað Páll segir á einum stað? Hann segir að fagnaðarerindið sé kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Sem sagt að þeir afneita þessum krafti sem í raun og veru getur leyst manninn frá syndum hans. Þeir boða svona fallegan boðskap og þetta allt svo gott og þetta svo blessað og það elskaði allir vinur og slappaðu bara af. Slappaðu bara af, þetta allt í lagi. Og Páll postuli, hann ekki ánægður með þennan boðskap, hann segir, þú skalt snúa þig burt frá slíkum, þar að segja, ekki fara í kirkju hjá þeim, ekki eiga samneyti við þá. Þetta bara stendur hérna. Og ég veit það ekki, mér leiðist hræstnarar. Ég vil að fólk sé hreint og beint. Ef einhver trúir ekki á Guð, allt í lagi. En ekki vera að þykjast að gera eitthvað og vera það ekki, annarkvort, ertu heill eða hálfur. Jesús sagði, mér leiðist hálfvelgja, sagði hann, ég skyrpi þeim út af munni mínum. Og þá var hann að tala kirkju, sem var hálfvolg, hann ætlaði að skyrpa henni bara út af munni sínum. En hugsandi alla þessa ritningastaði, að þá fór ég að hugsa ákveðið svona slógan sem að gengur í dag, eða ákveðna setningu og það svona love is love. Og ég heyrði þetta, já, love is love, kærleikur kærleikur, já, þurfti að segja okkur það. Þegar ég var að hugsa það, þá kom önnur setning upp í huga minn og hún hljómar svona, já, Ragnar minn, sko business is business. Business is business. Þannig að það þýðir ekkert fyrir þig að ætla að skila bílnum aftur. Þú gerðir þér alveg grein fyrir því hvað ástandi bílinn var. Það þýðir ekki að koma daginn eftir og segja að vélinn sé ónýt, þú skoðaði bílinn í gær og mér þykir bara vænt þig og ég elska þig, en business is business. Hafðu það. Svona þetta kærleikur, þetta maður, ber ég umhyggju fyrir þessum bróðum mínum sem ég var að selja bílinn í gær. Ég segi business is business og ég bara viðskipti eru viðskipti. Kærleikur kærleikur. En mig langar að sýna ykkur hérna eitt vers í viðbót það hvernig Biblían skilgreinir kærleika. Það gott að læra að fletta Biblíunni. Fyrra Pétursbréf, það fyrsti kafli. Fyrra Pétursbréf, fyrsti kafli, vers 22. Þér hafi hreinsaður með því að hlýða sannleikanum og bera hræsnislausa bróður elsku í brjósti. Þér hafi hreinsaður með að hlýða sannleikanum og beri hræsnislausa bróður elsku. Hér segir, hérna einhver sem hefur hreinsað sig, hann orðinn hreinn og nú elskar hann bara af
Við lesum áfram. Elskið þið hvern annan af heilu hjarta. Önnur þýðing af hreinu hjarta. Hérna er talað að elska af heilu hjarta og af hreinu hjarta. Og það eftir að þeir hafa upplifað þennan kraft sem í raun og veru sumir vilja afneita, að þeir hafa fengið kraft Guðs sem hefur hreinsað hjörtun, að nú vilja þeir elska af heilu hjarta og af hreinu hjarta. Og það sá kærleikur sem við viljum sjá. Ef við komum aðeins aftur að þessu, kærleikur kærleikur eða love is love. Það verið að segja okkur, þetta þýðir það, fólk segir minn kærleikur ekkert verri heldur en þinn kærleikur. Minn kærleikur jafn mikils virði og þinn kærleikur. Já, það alveg rétt. En myndir þú segja, ef þú staðið fyrir framan mann sem hefði verið staðinn að því að hafa, hvað ég var að segja, mök við 14 ára stúlku? Já, þetta gerist í okkar heimi því miður. Og hann segir, já, hún vildi það. Og ég elska hana. Ég meina, kærleikur kærleikur. Þessi maður að elska af heilu hjarta? Ég segi nei. Þetta hræsni. Þetta hræsnis kærleikur. Þetta eitthvað sem ekki Guði þóknanlegt. Og sumir myndi segja að þetta væri viðbjóður. Nú, love is love. Kærleikur kærleikur. Sjáðu til, í Rómverjabréfinu 1. kafla, að þá talað að þeir þekktu Guð, en þeir tilbáðu hann ekki og tignuðu hann ekki sem Guð. Og hér verður að tala mennina. Það eru menn, og flestir þekkja Guð, en þeir ekki tilbúnir að tigna hann sem Guð. Og það hérna sem í raun og veru vandamálið Guð, sjáðu, ef þú tilbyður hann ekki sem Guð, að þá hann bara svona einhver Guð. En ef þú tilbyður hann sem Guð, þá hann skaparinn þinn og hann sá sem þú vilt beygja þig fyrir. Og hann sá sem að þú vilt elska og hann sá sem þú vilt hlýða af því að þú elskar hann og af því að þú veist að hann elskar þig. Af því að þú veist að hann gerði þig og hann gerði þetta allt saman og að hans boð til þess að vernda þig, til þess að varðveita þig, þá viltu elska hann. Okay? Þegar ég les þessa setningu og sé þetta regnbogamerki, þá sé ég að hér á ferðinni fólk sem í raun og veru segir við Guð, Guð, hann segir að kærleikur, hann sé milli manns og konu. Þegar fólk ætlar að koma saman, þá Biblían mjög skýr, hann segir að þess konar kærleikur, samband manns milli manns og konu. Og þá segir fólk í uppreist við Guð, kærleikur kærleikur. Þarf ekki að vera eins og þú segir Guð. Við vitum alveg jafnvel og þú Guð. Og þetta tegir sig alveg aftur í garðinn Eden þegar að Eva sagði við Guð, sagði eða sagði ekki. Það ekki víst að þetta sé rétt sem Guð að segja. Það er búið að benda mér á að þetta fallegt og þetta gott af að eta, en þegar hún snerti það, þá dó hún andlega og eins maðurinnar. Og það einmitt það að Guð, hann vill vernda okkur frá þessum
andlega dauða, hann vill vernda okkur frá syndinni sem eyðileggur og rústar líf okkar af því hann elskar okkur. En maðurinn, ég meina, hann ekki tilbúinn alltaf að tilbiðja og tigna Guð sem Guð. Maðurinn, það segir í Rómverjabréfinu, ef við lesum þar áfram, að hann hefur farið sínar eigin leiðir og hann byrjar að tilbiðja hið skapaða í stað þess að tilbiðja Guð. Og hafið þið séð svona myndir af fólki, karlmenn svona, konur einhvern veginn svona og allt einhvern veginn. Það svo mikil líkamstilbeiðsla í heiminum í dag. Fólk að tilbiðja hið skapaða og menn að setja sig á þennan stall og hinn stallinn og, vitið, og það popstjarna og allir þurfa að fara að fá eiginhandaráritun og það svona, fólk fellur fram og tilbiður að menn tilbiðja hið skapaða. Menn eiga sér sinn Guð. Og mitt í öllu þessu, þá heyrum við eins og kall Guðs, elskar þú mig? Guð alltaf að kalla manninn. Guð alltaf að eiga við manninn. Hann segir, elskaru mig, hefurðu tíma fyrir mig? Elskaru mig, viltu beygja þig fyrir mínu orði? Viltu taka við mér? Má ég eiga hlutdeild í þínu lífi? Má ég koma inn? Það saga af Jesú Kristi fyrir utan kirkjunni í Ládikéu, að þá bankar hann á dyrnar vegna þess að það var búið að loka fyrir honum, það var kirkja. Já. Þeir voru með þetta alveg á hreinu, love is love og allt það og þeir voru að gera flotta hluti, flottu kór, nema það bara að Jesús komst ekki inn, hann var fyrir utan. Og nú það þannig að Jesús átti að vera höfuð kirkjunar. En hvernig stendur á því að við köllum eitthvað kirkju og enginn Jesús? Jú, talaðu Jesú, sungið Jesú, en hann fær ekki að vera inni. Hann fyrir utan, hann að banka. Hann segir, ef þú opnar, þá vil ég fá að koma inn af því að ég elska þig. Sjáðu, Jesús elskar alla. Hann vill fá að koma inn, en spurningin þessi, elskum við hann nóg til þess að vilja þóknast honum, eða eins og Biblían segir, hlýða honum. Sjáðu, sumir eru tilbúnir að hlýða eiginkonu sinni, þar á meðal ég svona oftast. Nú nánað. En sjáðu, þetta snýst ekki að hlýða, þetta snýst það við viljum þóknast og gera hvert öðru vel af því að við elskum hvert annað. Og ef við elskum Guð, þá hljótum við að vilja halda boð hans eins og hann segir, sá sem elskar mig, hann heldur boð mín. Sá sem elskar mig heldur boð mín. Þess vegna það þegar ég heyri fólk segja svona, já, það ást og fríður og bla 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 og svo á sama tíma að sama fólk að það lastmæli Guði. Hvaða ást og fríður fyrirgefðu? Hvaða kærleikur fyrirgefðu? Þú gerir grín að Guði skaparanum, þú gerir grín að þeim drottnir sem ég elska og tilbið. Og svo segir bara love is love og ég meina ást og fríður og sendir mig hjarta. Ég meina, ég segi bara hræstni, fyrirgefðu, ég ekki tilbúin í þennan kærleika. Ég vil eiga samfélag við fólk sem hreint og beint og vill elska Guð af heilu hjarta og annarkvort elska það Guð eða elska ekki. Ég get líka átt samfélag við fólk sem segir, ég trú ekki á Guð, ég vil ekkert með Guð hafa. Ég meina, það hreinskilið, það heilsteypt, en þessi væmna vella, love, bla 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 bla, ást, fríður og allt þetta, það Páll postuli sagði, snú þér burt frá slíkum. Eigum við ekki að elska þetta fólk? Jú, við eigum að elska það, við eigum að gera eins og Jesús, við eigum að banka á dyrnar og segja, Jesús elskar þig, vilt þú elska hann? En kærleikurinn, hann frá Guði kominn. Við mennirnir getum bara elskað, segir Biblían, af því að hann elskaði okkur að fyrra bragði. Ég var að horfa á frábæra mynd
með konunni minni í fyrra kvöld eða kvöldi þar á undan. Hún heitir The Case of Christ. Ég veit ekki hvernig maður þýðir það á íslensku. Einhver sem veit það. The Case of Christ. Hvað segirðu? Já, það þegar við komum með mál og er Kristur Kristur eða er hann ekki Kristur? Við getum sagt það þannig. Ok? Þessi maður, hann í myndinni, og þetta er byggt á sannsögulegri sögumanns, hann reyndi allt sem hann gat til þess að afsanna að Guð væri til. Og einu stað kemur hann fór til læknis í sambandi við upprisuna, hann fór til sálfræðings og hann fór til einhvers annars, en þegar hann fer þarna til sálfræðingsins þá segir hún við hann, þegar hann er búinn að svona tjá sig og spurja hana, þá segir hún, hvernig er sambandið við föður þinn? Hann segir, hvað kemur það málinu við? Hefur ekki átt svona gott samfélag við föður þinn? Var hann þér ekki nálægur? Var hann ekki til staðar fyrir þig? Svo segir hún, og hún telur upp nöfnin á frægustu guðleysingjum þessa heims, hún segir, allir þessir menn, allir, voru annaðhvort yfirgefnir af föður sínum eða áttu ekki samband við föður sinn. Þess vegna gátu þeir ekki séð Guð sem föður. Allir þessi guðleysingjar, það vantaði kærleika inn í þeirra líf. Og þess vegna vildu þeir bara rökræða, en Guð, hann er kærleikur, og að taka við kærleika Guðs, að það í raun og veru er það besta sem við getum gert. En kærleikur Guðs, hann er hreinn. Hann er hreinn. Og kærleikur Guðs, hann fremgengur alltaf í sannleika. Og það er það, að það er þessi hlýðni við sannleikan, það er kærleikur. Það er aldrei kærleikur að snúa vegvísinum við og láta einhvern hlaupa ekstra mílu sem hann þarf ekki að hlaupa og segja við hann, ég hélt að þetta væri rétt. Það er ekki kærleikur. Þannig ég get faðmað hann, ég get kysst hann, ég get leyst hann út með gjöfum og ég get sagt ég elska þig, sent hann svo í ranga átt og líf hans verður armaða og kvöl. Eins og við sjáum í dag að líf margra sem eru að reyna að lifa þessu lífi án Guðs og vilja fara sína leið og segja Guð, ég vil ekki leyfa þér að setja mörkin. Þau mörk sem Guð setur eru alltaf til að vernda sitt fólk. Mörkin sem Guð setur eru alltaf til að vernda, til að varðveita af því hann elskar. Þú setur barnið þitt í grind meðan það er ómálga, ef að þú þarft að fara á elda eða gera eitthvað, af því að þú vilt ekki að barnið meiði sig á einhverju íbúðinni. Þú setur alltaf girðingar og mörk af því að þú elskar, og þannig er Guð faðir okkar, og þess vegna er það þannig að hann spyr, trúi ég enn í dag, elskar þú mig? Hann sagði það við Símon Pétur og hann segir það við okkur öll í dag, elskar þú mig? Viltu elska mig? Pétur, hann átti erfitt með að svara þessu og hann sagði bara, vegna þess að hann var búinn að bregðast og hann var búinn að klikka svo oft og hann sagði í raun og veru, hann gat ekki sannað að hann elskaði hann sagði bara, þú veist það, Drottinn. Og það er oft gott. Jesús, hann samt þekkti hjarta Péturs. Jesús vissi að Pétur elskaði hann, en hann vildi fá að heyra það og hann vildi í raun og veru fá Pétur til þess að hugsa. Hann vildi líka sýna Pétri að hann elskaði hann þrátt fyrir öll hans mistök, þrátt fyrir alla hans bresti, að þá elskaði hann. Og það er einmitt það að það er svo mikill munur á að, þú veist, að hafa eitthvað í hjarta sínu
En okkur tekst ekki alltaf að framganga í því, stundum, ég meina, bregðumst við og við lifum ekki eftir okkar eigin væntingum, en það breytir ekki því að ég er Guðs barn og þú ert Guðs barn. Alveg svo, ég meina, þó að barnið þitt lifi ekki eftir þínum væntingum, þú elskar það og það elskar þig. Og það er þannig gangan með Jesú Kristi, en þegar við höfnum í raun og veru orði Guðs til þess að lifa í okkar synd, að þá getum við ekki sagt á sama tíma að við elskum hann. Það er hræsni. Amen. Og ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri, en þetta eru hlutir sem hafa bara ángrað mig. Bara Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það að þú elskar okkur eins og við erum. Sama hvernig við erum og sama hvernig við höfum syngað. Og þakka þér fyrir það, Faðir, að þú elskar okkur og þú ert þar til þess að knýja okkar hjartadyr og þú vilt fá að taka okkur í faðm þinn. Drottinn, og ég bara þakka þér fyrir það að þú ert hér í dag og þú elskar einn og sérhvern hér inni, Drottinn. Þakka þér fyrir það. Og Drottinn, við byggjum fyrir þeim sem eru sjúkir hér í dag. Þakka þér fyrir það að lækningin er hér. Þakka þér fyrir að andi þinn er hér í Jesú blessaða heilaga góða nafni. Amen. Amen.